Herðu, já, við erum komin í loftið. Velkomin að Rauðaborðinu í eftirmiddaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum hérna vikuskapt. Þá förum við fréttir vikunar, eins og eðlilegt er kannski í lok vikunar og fáum til þess hérna góðan hóp af fólki og það er þannig í dag. Hérna er Þorsteinn J. Vilhjálmsson, aðallega þó Þorsteinn J. fjölmiðlamaður, ekki? Akkurat. Já. Guðrún Lína Thoroddsen, kvikmyndagerðarkona, klippari, kannski fyrst og næst. Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari. Og Lóa Hjálmtýsdóttir, myndlistakona eða teiknari eða hvað á ég að segja? Það bara. Bara það. Það. Ég meina mér að heyrði einhvern tíma að segja að þú vildi frekar vera að leita skjólst í svona teiknimyndum. Myndlistin væri svona svolítið hátiflu kirkja. Já, þannig. Ég ætla að upplifa mig sem teiknara. Þetta er ekki mikið atriði fyrir mig. Þetta er rosalega flott hjá okkur. Klippari, leikari og... Er þetta full vinna? Er þetta svona bara... Við veitum þetta er rosalega flott. Klippari, leikari, teiknari. Og plötusnúður. Herðu, það er hérna leikur í gangi að sá sem að segja Trump, hann verður að klára úr glasinu sínu. Nei, það er ekki hægt að ræða fréttavíkunar að tala ferðamann, Trump. Eru þið búin að leiða því? Já. Það er eiginlega ekki hægt að kveikja sórfuna þess að hann sé einhver stærra gamall. Nei. Það var ég meina Eiríkur Jónsson, blaðamaður, gamli, má ég segja núna þegar líka. Hann sagði eitt í hátindi ISIF umræðunar. Það er svo reglur á mínu heimili að ef þú vilt ræða ISIF, þá gerir þú þetta á svölum. Þess að vera ekki gætar. Nei, það verður þetta bara að tala þetta og fylgjast með þessu að einhverju leyti, en ég er mest upptekinn af þessu fólki sem fylgir honum að málum. Mér finnst það vera einhvern veginn áhugaverðast og þetta uppklapp hann í þinginu en þetta er bara alveg... USA. Já, óbærslega raunalegt finnst mér og svo finnst mér líka með hlutverk fjölmiðla að vera að skýra stóru myndina. Hverju hann að öllum þessum stælum og upphlaupum? Að það er eitthvað tilgangur hann á bakvið og það er það sem ég einhvern veginn hef mestan áhuga á að vita hvað hann raunverulega er að gera. Vegna þess að sumt að þessu þetta bara kosningalofvörð og svo dregið tilbaka og þetta er náttúrulega persónuleiki sem er hann er kannski bara ef það er eitthvað skali við narsisisma þá væri hann eitthvað staðar bara á efstu mörkum, trúlega sem einstaklingur, hann er það. Hann er verið að dauðvona úr sjálfsvöld. Já, en hvað er raunverulega verið að gera og hvað er raunverulega að gerast og þess vegna hef ég verið að fylgjast með þessu fréttum BBC á kvöldin. En hefur náði til dæmis á hverju segist þar alltaf að setja 25% tolla? Nei, ég náttúrulega er ekki kannski það klár bara í allþjóða stjórnmálum og kannski allþjóða fjármálum að því mér skilta einhverju leyti snúist þetta líka fjármál og endurfjármögnun á lánum Bandaríkjanna og ýmislegt svoleiðis. Þannig að það er einhver baksaga þarna líka sem að ég held að við þurfum að reyna að sjá og skoða og þar eru aftur fjölmiðlar mjög mikilvægir að vera ekki bara alltaf í reaksjón þegar hann segir eitthvað þá þarf einhver að segja eitthvað heldur hvað er að gerast þarna en mér finnst þetta bara mjög sorglega myndir þarna úr þinginu og þingmenn með símana sína taka myndir að þessu hróp og gera þessi hróp, mér finnst það mjög raunalegt. En hefur þið fundið umfjöllun fjölmiðla þar sem er verið að fjalla hvað gæti drifið þetta áfram, þessa stefnubreytingu hans og kannski hvort það séu ólíkir hagsmunir að glíma einhvern veginn við það, hvort að Bandaríkin slökkva stríðinu eða haldið þið áfram, hvort þeir leggja tolla eða ekki. Það er eins og sé ykkur átökana. Já, þetta er ykkur skák. Við myndum átt okkur á þessu á Íslandi, það sem annars vegar kvótagreifarnir og hins vegar heilsalarnir, það eru í Viðreisn og í Sjálfstæðisflokknum og eru að deila einhvern veginn stefnuna. En ég næ þessu ekki með Trump. Nei, en þú staðalum þess að tolla 25% einhverju vilja meina að hann leggi þá á Mexíkó og Kanada vegna þess að hans agenda sé undir niðri það að þeir svo leggi tolla og kynvera í staðinn. Þetta er svona samningatækni sem að Trump hefur kannski svolítið verið að beita gegnum tíðina. Þetta er svona hans samningatækni, hann mætir harður og hann kemur með einhver rosalega svona harkalega tolla, 25% og svo koma allir að borðinu, hann er náttúrulega í strongman position og allir koma að borðinu svona svolítið veiklulegur og þá kemur hann, nei, þetta er kannski of mikið en ég vil að þú núna leggi tolla og kynverja í staðinn. Og kannski geti það hugsanlega verið svona
stærra agenda hans í þessu saman. Þannig að leiðin á fundina þá ertu búin að venja þig við að kyngja einhverjum óþurra og svo býður það eitthvað sem kannski aðeins skárra og þú sættið við það. Einhverju vilja meina það sko, en núna verið til dæmis svo Kanadamenn, ég meina þeir mæta hart, Trudeau mætir þarna, utanríkisráðherra hann náttúrulega, ég held að Trudeau eigi bara 2 daga eftir í embætti sko. Já, hann getur sagt hvað sem er. Þeir kjósa nýjan forystumann hann í Frjálslynda-flokknum núna bara helgin held ég og sá held ég taki bara við sem forsætisráðherra þann daginn. Akkurat sko, en Kanadamenn virðast bara að vera afskoti ósáttir með Bandaríkin akkurat núna sko. Þú verður séð það í könnunum að því að það leit út eins og að íhaldsflokkurinn myndi vinna stórsigur. Það sem gerðist eftir að Trump kom til valda þá fer Frjálslynda-flokkurinn bara eins og raketa upp því það var eins og að sé svona að Kanadamenn finnist nóg að hafa Trump svona landamærin að þú fá ekki eitthvað svona Trump líka í Já, en ég notaði þessa aðferð þegar ég var barn. Ef ég vildi fá eitthvað út í búð þá benti ég á risastórt og svo labbaði ég út með litabókina sem ég langaði ekki að hlusta. Þeir þurfa ekki kaupandi með litabókur lengur. Nei, að fara miða hærra og á verri stað heldur en skilur til þess að fá þínu framgengt. Það er klassísk leið til þess að fá börn til þess að borða kartöflur. Hvora kartöflurnar viltu? Einu er rosa stór og einu er svona miðlungs. En ég held það að þetta sé svona að því að þá virkar allt sem miklu svona meira moderate sem er að gerist eftir að þessa hræðilega tillaga er lögð fram. Ég samt svolítið hrædd að núna séum við að horfa á bara Trump 2.0 og hann er miklu meira undirbúinn og áður gátum við ekki tekið markan einu sem hann sagði. En það sem hann er að segja núna, ég held að það sé miklu meira alvar og ég held að hann trúi því að þetta sé, eitthvað sem hann vill gera. Að setja þess að tolla á. Ég held að þetta sé rosa mikið gamble hjá honum og sem er mjög kaldhæðið að því að hann er búinn að setja einhver spilavít á hausinn, ég held nokkur sko. Í Atlanta. Já, og ég held allan að jafnvel 3 og ég held að sko bæði, hann er rosalega heimskur en hann er með svo hættulegt fólk bak við sig, einhverja þingtanka og eitthvað. Þannig að ég er bara mjög miklu ágjörði hvað hann er að gera þegar hann er að koma með þetta sjónarspil. Af því að hann er alveg klálega að byrja að koma eitthvað taxbreak á ríka fólkið. Það er náttúrulega fyrsta skref alltaf. Hann er heimskur, myndu þið segja að vera heimskur eða í hvaða merkingu er hann heimskur? Ég man að Þórbergur sagði ekkert að það væri til fólk sem vant ekki í það á helvítis greindina en það veri karakterist heimst. Það var svona, það er til svona ýmsar útgáfur. Það er svona fáfræði, þú veist. Fáfróður en með svona greind? Já, svona stríðsmart. En ég held að samt enga síður, ég meina hann vinnur þessar kosningar með bara ágætum mun og ég meina ég horfa á þetta þannig líka að það er eitthvað sem demókratar hafa verið að gera algjörlega vitlaust, kolvitlaust til þess að leyfa honum að koma og taka sviðið með þessum hætti og ég held að, ég veit ekki heimskur eða ekki, ég veit ekki, hann er auðvitað lasinn, við sjáum það, bara veikur einstaklingur og svo koma laðast að honum hann eins og Pence varaforseti og svo Elon Musk hann með derhúna og ekki var honum hent út eða gagnrýndur fyrir klæðaburð eins og Zelenski, þú veist, það var Zelenski að spyrja akkur ekki með bindi þannig að ég veit ekki, sko, kannski mér finnst það ekki vera lykilatriði mér finnst það var blaðamann sem spurði hann að þessu já, hann gerði það en aðalatriði, stóra málið er aftur þetta, hvernig ætlum við að bregðast við þessu vegna, hann er bara rétt nýbyrjaðar hann er búin að vera þarna 3 langar helgar þú veist, við höfum þetta að hafa 4 ári viðbót og það eina sem ég bind vonur við er í kosningunum að viðtal við fyrrverandi svona ráðuneytis mann og hans vegum og hann sagði að það góða við Donald Trump er að hann var leið á öllum, hann rekur alla fyrir en setna, þannig að hann byrjar svona fljótlega á næstu mánuðum að fækka í staffinu og þá koma nýjir inn og þá kannski vonandi róast þetta eitthvað, en ég minnst eins og framkoma eitthvað transfólki algjör hörmung og bara þessi lítilsvinning við minnihlutahópa og bara almenn mannréttindi eru þetta bara ekki, þetta er ekki hægt og ég verð að segja þegar ég sé þarna Keir Starmer fara þarna og Bretarnir rosa hrifnir, já hann stóð sér vel og eitthvað svona mér finnst frakkarnir hafa tekið bara miklu harðari línu sko. Þeir bara segja ok, nú eru Evrópa standa saman. Áttu við svona sleikjukongin í Keir Starmer hana? Já, mér fannst þetta ekki vel hefna. Það myndi mér bara óþægilega á 4. áratug síðustu aldar sko, eitthvað sigur för, alls ekki. Ég meina, frakkarnir með þess að setja honum bara skýr mörk. Trudeau, ég sammála Þorvaldi því líka, bara skýr mörk og þetta er svona og Donald svarar þetta bara alltaf með sama hálfkæringi, kallar hann governor, þú veist, ekki forseta. Og það er ekki að svara, þetta er ekki svara vel. Þannig að það er einlima Kanada. Þannig að mér finnst þetta bara einhvern veginn, já, taka minna mark á kannski því sem hann er að segja en það þarf að setja mörk og skýr mörk og
hætta þessar meðvirkni af því Hætta þessari eins og þú meðvirkni. segir, hann er veikur. Algjörlega. Hann á ekki að vera með plattform opinberlega hvað þá fyrir milljónir mann. En hann er kosin og það er ekkert hægt að gera því. Akkurat, sko, en þú segir heimskur, já, menn heimskur er heimakæri sinni, make America great again, sko, en ég velti fyrir mér, sko, ég meina, hann væri náttúrulega ekki fórseti Bandaríkjanna ef hann hefði ekki eitthvað, þú veist, og hann hefur einhverja svona, þú veist, marketing snilli, gerir ég ráð fyrir, til þess að koma sér áfram á þennan stað. Hann getur stjórnað einn hvað við erum að tala hérna við Rauðaborðið. Getur hann? Hann er að því, Akkurat, það segir allt hans þá greind á einhvern hátt, sko, ekki satt? En ég velti fyrir mér, sko, þú veist, ég meina, hvernig á maður að dæma í þessu samhengi, sko, ég meina, hann er kosinn og hann er að gera allt sem hann sagðist ætla að gera. Hann er að gera það bara núna og það er ameríska þjóðin sem að kýsa hann til lýðræðisríki og þeir kjósa hann til að gera þetta. Þannig að málið setja fókusin á þjóðina sem slíka líka. Hvað er Ameríka að hugsa og setja pressuna þangað og kannski mér þá þjóðin í lýðræðisríki stíga fram og breyta rétt, sko. En hann er bara að gera nákvæmlega sem hann ætlaði að gera. Hann sagði þetta allt saman. Þannig að það er ekki að minnka traust hans hjá þjóðinni. Það er mælt alveg linnulust og það er bara hann er með miklu betri stöðu hjá sinni þjóð heldur en Keir Starmer hjá sinni, sko, sem er bara heldur komin í 16% svona approval rating Keir Starmer, en Trump er bara í 50%. En þá erum líka komin kannski með spurningu til íslensku þjóðarinnar, sko, þú veist, ætlum við að halda áfram þessum svona ameríska leik, ætlum við að halda áfram að vera bara við elskum Ameríku, eins og við gert bara síðan að þeir komu inga með arónískuna og byggðu alla vegi og allt svoleiðis. Auðvitað erum við háð þeim. Við erum með varnarsamning við þá og svo framvegis og og við erum rosalega amerísk í okkur, samfélag hefur verið þannig en við erum kannski núna farin að leita aðeins meira til Evrópu og kannski skiljanlega og kannski leit þá einhvers konar gildum sem við verum að horfa á og horfa inn á við og það er spurning hver við endum núna á næstu mánuðum, sko. Þetta er náttúrulega líka bara frekar augljóst og ég held að þetta sé orðið svona eitthvað í áttina að falli stórveldis. Þetta er svona einhver úr kynjun sem er gangi eitthvað sem er að þjóðarsál Bandaríkjamanna, að kjósa hennan mann. Það er eitthvað svona hjarðhegðun eða svona sheep mentality sem er gangið hana og að vera lengi, allt þetta yes-menn og þurfu alltaf einhvern svona sterkan sem bara gjammar hæst og er mest svona ákveðinn og þú veist, ég meina, ok, allir segja hans er strong man, en mér finnst það ekkert vera sterkur maður ef hann þarf að taka sér æðravald til þess að fá okkar vald sjálfur. En hann er náttúrulega með rosaleg völd. Þegar hann var að senda flóttafólk til Suður-Ameríkjanna og var ekki í Kólumbía sem að neitaði að taka við og þá bara hótaði hann viðskiptaþingunum og þeir skiptum skoðun bara innan við 6 tímum, held ég. Já, en þetta er völd til þess að senda fórstafélagina að sækja. Þetta er satt ekki völd í hans umboði sem mannesku, heldur er hann bara með umboð fjármagnsins. Hann lítur svo á að hann er bara kosinn og ég menn hann er bara endalaust að skrifa ykkur á tilskipanir. Hann lítur svo á að hann að vera kosinn bara til þess að fara, þetta er bara, hann má þetta allt saman. Ég var kosinn í þetta. Þau kosið mig. Er það ekki? Hann er ekkert að svona í einhverju samtali við þjóð sína ekki nokkuðna. Eða einu sinni pæli að fara eftir lögum, þú veist. Ég meina, hann má ekki setja svo tóll á bara persónulega, þú veist, einn og sjálfstæður, ég meina, er það ekki bara gegn lögum, eða þú veist. Er hann ekki bara skýt saman lög, en hann er alltaf bara krimmi, sko. Hann er alltaf með ramma núna, hann er alltaf með bæði þingin, sko. Þannig að hann getur, þú veist, gert það sem hann, svona, svo sem vill, sko. Hann er kannski að reyna að nýta tíma til þess. Keyra þessi máli gegn bara strax. Þannig að, og hann, eins og ég sagði á, ég meina, þetta var allt sem hann sagðist til að gera og hann var kosinn til þess og hann er businessmaður, ég meina, þetta er bara, hann lítur á þetta að hann sé að taka við fyrirtæki, ég held það. Hann lítur svo á að hann sé að líka taka bara við Gazaströndinni, að hann sé að verði hans persónulega eign. Hann er að hóta fólki á Gaza eiginlega útrýmingu núna, bara í gær eða ekki? Jú, hann gera nokkuð svona. Þannig hann getur valdið gríðarlegum skaða þar. Ég held líka samt sem að við þurfum að halda ró okkar og halda yfirvegun og við höfum ekki vera alltaf í þessari reaksjón við öllu og þetta er þetta stóra alveglega mál og eins og hann þessar hótanir gagnvart Gaza og að flytja alla Palestínumenn endanlega burt frá ættjörð sinni bara yfir landamærin eitthvert. Þannig að við þurfum að halda þessari yfirvegun og skýrleika og ég hef meiri trú á þessari stefnu eins og Frakklandsforseta sem var þarna með ávarp í fyrrakvöld, bara mjög skýr. Evrópa þarf bara að standa saman. Ég finnst Bretarnir svona pínu ennþá vera að reyna að lempa Donald Trump, það er ekki hægt. Hans þegar Macron vera skýr. Já, hans það vera mjög skýr þegar hann sagði að Evrópa verður að standa saman og ekki reikna með. Það myndi mig á Guðblessi Ísland ávarpið. Getur verið, en ég meina það þarf einhvern veginn að draga línu í sandinn. Hann er farinn, Guðblessi bara Evrópa. Já, en ég meina þetta Bandaríkin eru stórvelda að því leyti að þau hafa mikil áhrif í Evrópu líka og hafa sérstaklega í gegnum hernaðar íhlutanir og hernaðar framlög haft mikið að segja, en að einhverjum
ykkurum punkti það þarf Evrópa líka þá bara átta sig á að þetta landslagi núna og hætta að bregðast við að reyna að lempa mann sem svona algjörlega stjórnlaus eins og Donald Trump. Þannig að mér varst þessi fundum við Keir Starmer sem breska pressan var mjög hrifin af, bara pínlegur eiginlega, mér varst það bara mjög pínlegur. Ég held að besta ráði við að díla við Trump væri bara blakka út á fjölmiðla, bara hætta að fjalla hann. Bara tala ekki hann myndi fara yfir. Sko. Lína mín, það samkomlega mun ekki halda. Það hefur við brotið hér í dag. Sjóðlega. Það er bara ofreistandi að teikna hann ekki að tala ekki hann. En ég vildi óska þess að Evrópa myndi ekki vera fram alltaf út í öfgahægrið. Það er eitthvað svona tilhneiging. Það er svo afleitt í staðan fyrir að fara bara ok, kannski það bara hroki. Við erum siðmenntaðri en Ameríkan. Að fara í einhverja aðra átt í staðan fyrir núna bara eitthvað, hvað getum við safnað saman mörgum hermunum og við erum að drífa okkur að búið til meiri vopn og vera eldafist við það. Það er bara, það er bara eitthvað þreytandi pæling. Getum við ekki freka verið bara eins og Íslandi sem er svona mikrokosum fyrir breytingu af því að það gerist allt svo hratt hérna og það er rosalega eins og við erum nú fá að það er alltaf verið lítið til Íslands ef við gerum eitthvað stórt eins og bara með kvenréttindabaráttuna og svona. Af hverju getum við bara ekki tekið það skref að vera bara að standa sterkt bara sem friðarþjóð og stofna bara friðarsamtök sem að bara myndu byrja eitthvað svona afl. Það er ekki stemming fyrir því. Mér finnst það stemmingi vera bara herrvæða Evrópu. Hvað er þetta? Er þetta ekki 120.000 miljardar sem Evrópusambandið ætlar að eyða í herna núna? Getið ímynda okkur hvað það er mikil peningur? En verður hún ekki að gera? Ég meina, hvernig á að mæta Rússum ef Bandaríkjamenn með bakka út? Eiga Rússar þá bara að vaða inn í Ísland, Lettland og Litáin? Þú veist, með engar varnir. Ég meina, Heldur að Rússland ráðist á NATO-ríki? Já, maður veit ekki. Það er bara ómögulegt að segja með hvernig menn tala. Menn ætlar að taka bara Grænland og eigna sér það, Panama og svo framvegis og gera Kanada einhvers konar ríki innan ríkisins. Þú veist, maður veit ekki. Sko. Áttu það við að bara Putin og Trump gerir samkomulag bara eins og eftir stríð að Rússland megi bara eiga gömlu Sovétlýðveldin, þar með talið Eystrasaltslöndin. Þú máttu ráðast inn í það að þú vilt. Þetta er að við séum á þeim stað að stórveldin séu að gera svona samninga. Ég er með tillögu. Allir vilji Rússar fá ríkisborgararétt í hvaða Evrópulandi sem þau vilja. Og þannig að það er bara hægt að tæma landið af fólki sem vill ekki taka þátt í þessu. Þar til að það eru bara nokkru brjálæðingar eftir og hinir fá bara lififriði. Þetta byggir á því að almennir Rússar standi ekki með Putin. Ekki allir. Nei, en ég held að við myndum labba Rússland að þá yrðum við hissa á því hvað hann nýtur mikil stuðnings. Þetta er náttúrulega einræðis ekki? Já, það er bara þannig. Einu Rússarnir sem ég þekki er bara á móti þessu, þannig að kannski geta marka svona prufuna sem ég er með. En þeir hafa kannski líka bara aðgang að fjölmiðlum sem að þeir hafa ekki í Rússlandi. Það er alltaf búið að loka svo margt þar, sko. Það er komin einhver þreyta held ég í Rússlandi. Það er erfitt með að manna herinn held ég. Þeir fengu losuðu fanga á fangelsum og þetta var svo sorglegt. Þannig að þeir eru komnir held ég út á sem sagt sko on the brink basically sko. Þannig að ég held að Putin viti það sko. Þannig að núna er einhver svona samningagluggi sko, þú veist, sem að hann sér held ég sennilega, til þess að semja frið og Trump vill sem sagt semja frið. Það er það sem hann vill og fá í leiðinni aðgang að hvað kallast það, rare earth minerals og hann sér eitthvað win-win situation. Það sem er svo stórfurðulegt í þessu samhengi sem hann er að gera svo langt með, hann er að díla beint við Putin og tekur ekki Zelenski með inn í sko díalaguna samningaveruna. Hann er bara stórveldi og hann vil bara tala við stórveldi en hann er ekki að tala við eitthvað litla kalla sko. Akkurat sko. Er þetta ekki bara þannig? Ég ætla ekki bara að tala við innræðisara og fasista, er það ekki? Hann hefur engan áhuga á Sameinuðu þjóðunum, hann hefur enga áhuga á alþjóðlegu stofnunum, hann hefur engan áhuga á svona þessum heimi, þessu neti alþjóðlega stofna sem voru náttúrulega smíðuð eftir seinna stríð til þess að auka völd Bandaríkjanna. Svo lafa bara Bandaríkin út úr þessu og þá situr Evrópa uppi með þetta og ég sé ekki alveg að Evrópa geti haldið þessu gangandi. En þetta var samt, ég held að þetta var algjör afleikur að vera að senda einhverja norðurkóreska unglinga sem eru svo augljóslega vanhæfir í starfi. Þetta
Það var svona við erum með þetta lið þetta var svona PR-lega séð fáránlegt af því að þetta var í alvörun eins og það væri bara allir farnir. En ég held að vonandi bara með því að Evrópa kannski þá voppvæðist á þess að kannski gangi alla leið og eyðu öllum þessum rosalegu peningum sem þú ert að nefna sem ég á sammála sem bara galnar upphæðir að þá sé í raun og veru líka verið að setja ákveðin mörk og síðan verða þessar samningaviðræður Úkraínu mjög erfiðar vegna þess að þetta sé krafa Úkraínu að vera hluta NATO getur aldrei orðið krafa í samningaviðræðum því miður fyrir þá en þessi landamæri eru að einhverju leyti og þetta land í Úkraínu snýst auðvitað það að þetta land verði að einhverju leyti sjálfstætt eins og hægt og svo þessi viðkvæmu landamæri Eystrasaltsríkjanna og Finnlands líka. Já. Þannig að einhvers stað þarf að draga mörkin og kannski ef að Evrópa vígvæðist, þetta er hræðilegt orð en þá að minnst að kosti komin einhver samningsstaða það sem hægt kannski að þá að stoppa þetta stríð í Úkraínu sem bara svona skotgrafa hernaður eins og úr fyrir heimsstyrjöldinni og að byrja þaðan að vinna einhver og ég held að þessi skerping með því að þessum stælum í Donald Trump og allt að það kannski sé líka skerpa Evrópu þjóðuta til meðvitundar það hver staðan er raun og veru og það verður þá að horfast í augu við. Ég meina Donald Trump hefur viljað þetta mjög lengi og talað þetta sko og Bandaríkin líka ég held Biden með þessi að þú veist að Evrópu þjóðum myndi fara upp í 2% sko þú veist að þeir myndi auka hernaðarútgjöldin sín sko og þannig að maður skilur það alveg þú veist en á sama tíma þá núna þegar við erum komin á þennan stað ég held að sé svo sem jákvætt og ég sé friðarsinni að Evrópa taki sér saman núna og sín gildi, evrópsku gildi og já, eins og þú sagði, vígvæðist eða hvað sem það nú kallar. Sín á spilin. Já, sín á spilin, bara byggja upp sinn hernaðamátt og verði óháð Bandaríkjanum. Ég held að það sé bara gott fyrir Evrópu, að vera ekki háð Bandaríkjanum og ég held að það gerist með því að gera þetta. Og leiðinni eru þeir líka að búa til hennan buffer gegn rússónum. Það að segja að rússarnir bara, þið komist ekki lengri en þetta. Frakkar alltaf lána þarna kjarnorkuvopnin síni það ekki. En þeir eru að tala með Evróskildi. Eru það ekki að tala um svona Evrópa eins og hún ætti að vera? Við erum ekki að tala um svona raunverulega Evrópa eins og hún er. Við erum ekki bara einhverjir nýfasistar að vinna alla kosningar í Evrópu og það er slagsíða eins og Lóa var að benda á og ég meina, hver er það? Ég meina, það Evrópa hefur hort á bara þjóðarmorðið í Gaza og svona þóst fyrir að horfa eitthvað annað. Þetta er ekki beint svona míngildi allavega. Nei. Það er samt eina af stærstu mótmæla göngum sem hafa verið haldnar í Danmörku. Það var eiginlega ekkert fjallað hana og það var bara lokað á alla umfjöllun. Það er rosaleg hreyfing á almenningi en því er bara ekki svona það getur alltaf verið Evróskildi ef almenningur upplifir sér bara valdalausan þannig kemur ekki sem komið málum á dagskrá. En það er kannski líka vandamáli einhver aftenging milli pólitíkusa og almennings og það er komið eitthvað svona það er bara eitthvað algjört risarof í gangi minna ef að fólk að því ég held að almennt sé þessi fólk bara með ágætis gildi fólk er ekkert bara eitthvað kýlandi í bónus út af einhver fór fram fyrir röð eðskilu eða almennt sé fólk bara frekar bara alls það í heiminum sko ekki frekar í Evrópu en alls það nei, einmitt fyrir undan og Evrópa er sögulega þetta er bara ágætis fólk Evrópa maður má ekki alltaf hugsa tilbaka þetta var miklu betri í gamla dag ég segi stundum Evrópa var til dæmis versta heimsálfan og ég spyr hvaða dagar voru það voru það mánudagar, þriðjudagar, miðvikudagar ég er alast ég meina hvernig var þetta einhver flokksblöð sem að þú voru eins og maskínur að segja okkur átt að finnast í bara út tíman og mokkan og maður sá alltaf sikkur á forsíðuna einhverja slagsíðun á því hvernig þetta vera. Þannig að það eru alltaf áhrifa fólk í öllum samfélagum sem vill ráða öllu en til þess nú líðræði og Bandaríkin eru náttúrulega bara fólki okkar þjónustu okkar mutant skammar barn Bandaríkin náttúrulega bara samansett mjög mikið úr hræðilegu fólki frá Evrópu. En óttist þið að uppgang fasismans að Bandaríkjamenn séu bara svona einum þinghúsbruna frá því að taka upp fasisma? Já, þetta er svona kortir í fasisma sko. Ég held það sko. Mér finnst það bara, maður sér svo mörg merkjum það og það virðist bara allt einhvern veginn, þú veist,
það er engin sem mótmælir einhvern veginn, ég minn okkur fólk mótmæli göttunum en þetta heldur bara áforma að stigmagnast. Þú veist, allir þessi ummerki fasisma eru öll hana. Já, kynsegin flóttafólk, mér líður bara þau séu bara á næsta leiti að leita skjóls í Evrópu til dæmis. Og þú getur gert á einni nóttu að þú lifir bara í ykkur samfélagi og telur þig vera bara hluta því og svo allt í einn daginn að þá upplifir að þú ert skilgreind fyrir utan samfélagi. Já. Þannig var það með gyðinga í Þýskalandi og þannig var það bara með múslima í Bosníu. Allt í einn daginn bara, eða sem voru inn í Serbíu sko. Það var allt í einn uppgötu það að þau voru óæskileg. En Bandaríkin eru þetta svo marga þjóðir. Já. Og við förum á vesturströndina, þá er náttúrulega allt annan tónn heldur en í Texas eða jafnvel á einhvern ríkjum á austurströndinni. Þannig að ég held ég óttast ekkert vegna þess að ég held að einhvern veginn hljóti þetta leiðrétta sig og ég bara hef trú á því. Þú ert svakalega þessi. Já, ég er bara, það er eins og ég sé í frambóði ég er ekki í frambóði en ég hef bara trú á því. Þú trú á mannskepninni? Já, vegna þess að ég held að þessi ósigur eins og demokrata sem er nú hitt stóra stjórnmálaaflið í Bandaríkjunum sé þá bara sönn leksía fyrir þann flokk að taka sér saman í andlitinu og þar var til Joe Biden alveg endalaust áfram sem forseti og Kamala Harris fekk einhverja 6 vikur til þess að reyna að keppa við Donald Trump og þessi flokkur þarf þá bara að gera betur og skerpa á sínum gildum og koma fram með eitthvað sem fólk segir, já þetta er harðlega gott, við viljum að gera þetta. Þeir eru heldur bara ekki nógu góður, þeir eru ekki nógu góður valkostur, þetta er eiginlega bara spurningum að velja, þú veist, þetta er engin valkostur að velja milli demokrata og republikana, þeir eru basically að standa fyrir sömu mannvaskoðu mörgu liti. Ég meina það er ekki sem stóðu upp og mótmælti þjóðamorði. Það er ekkert sem segir að þeir séu eitthvað skári. Mjög góð punktur. Sögðu ekki orð. Ekki neitt. Og það höfðu svona ákveðna kosti til svona einhverja endur nýjunar demokratar eftir tapið 2016 en þeir gerðu ekki að því. Akkurat sko. En það held ég að stjórnmál í Bandaríkjunum er þannig að þau eru bara rekin af einhverjum aukýfingum og við erum náttúrulega með eitthvað svona ólíkarkisma í Bandaríkjunum. Það bara raða sér ríkasta fólki heimi í kringum Trump. Hann er að reka stefnu þess og kannski er það bara, ég ætla ekki að gera lítið úr bjassinni þér, kannski er það bara svona næstu barnanlegt að tala eins og það sé lýðræði í gangi sko. Já. Því hvað er það? Ég meina fylgist þið með bandarískum fjölmiðlum. Nú var hann Bezos kallir, hann keypti Washington Post fyrir 15 árum eitthvað leys og taldi sig verið að gera góðverk svona eins og gamlir auðkýfingar voru að halda upp í söfnum og öðru slíku. Hann bara svissaði núna daginn. Spilla. Já. En það er að greiða atkvæða með fótunum og bara vera áskrifandi New York Times þá til dæmis og þeir eru bara daginn út og daginn inn leiðrétta rangfærsliðan hjá Trump og hans vinum, bara þeir eru svona fact-checking eins og BBC gerir líka. Sem var þetta svolítið gott sem bara mjög gott og þá Trump var að tala á þinginu að það voru þeir með svona, það voru demokratar nokkur með svona spjöld og svona bara false eða lies. Þú veist, það var svolítið gott. Já, en það mætti alveg vera sterkari kröftur í mótmæli hjá þeim en þetta er allan eitthvað. Þetta er eitthvað. En horfðu það á þess að ræðu hann segði að hún var náttúrulega 1,5 tíma ekki. Jú. En þetta svona stemmingin í salnum, sagði þetta fyrir ykkur hérna niður í þingi? Kristín Frosta! Það er svona... Nei. Og svo Sigmundur Davíð með spjald. Er þetta stemming eða er þetta bara verkjum að þetta sé bara ykkur furðu samkoma? Æsingur ykkur. Fyrir hvernig er þetta? Sjó? Ég veit ekki. Þetta er auðvitað sýning. Þetta er til þess að sýna hversu sterki við erum og saminaðir. Ég meina, fyrir mér var þetta bara, þú veist, svona amatörleiksýning í raun og veru, sko, því þetta er líka sett á svið, sko. Og þannig ég einhvern veginn mér að þetta bara er raunalegt, mjög raunalegt á öllu leyti og ég veit ekki hvort þetta geti gerst í íslenskri pólitík en hver veit, við höfum kannski ekki séð það. En þetta er svona í Breitlandi líka, ég meina, menn eru mjög virkir á þingpallanum, en þú veist Já, það er náttúrulega leikrið sem er búið að vera í gangi í meira en 100 ár. Já, akkurat, sko. Og kannski, ég meina, þú veist... Ástrali tók þetta upp, það er líka gaman að horfa á ástralska þingið, þeir eru með sömu uppsetningu. Þetta er auðvitað kannski svolítið skemmtilegt, svona framlíkur, kannski hefur að gera meira þessu vera. Mér finnst þetta skemmtilegt. Forseti Alþingis rói sig aðeins í að berja í bjöllinu og leyfa fólki svona að hafa eitthvað... Pólitískt leiksvið, ég meina, það myndi kannski áhorfið aukast, fólk myndi horfa, þetta væri þú veist, það er eitthvað líf, þá myndi í staðan fyrir að horfa eins og maður er á RÚV þegar maður horfir á einhver tala í pontu sko. Ég held reyndar að Íslendingar séu búin að missa trú á því að sannleikurinn náist fram í svona karpi. Ég held að það sé hluti af því að svona fólk er fráhvert stjórnmálunum af því það er bara orðið óvænt bara í sínu lífi að fólk sé að tala saman með þessum hætti. Það sem ég er alltaf að svona í að þér að þú sért eiginlega að fara að halda fram í það stór hættulegum hugmyndum.
Það er góð punktur að hlusta hvert annað í raun og veru. Ég held að þessi bara, fólk bara meikar ekki stjórnmála umræðu, sko. Nei, líka því að þú veist þetta er allt hagsmunaaðilar. Þau get ekki sagt hvað sem og þau að tala út frá punktum sem hafa verið samþyktir. Þau ekki að fara að segja bara ekki að við klúðurum þessu Samherji eiginlega að styrkja þetta, eða skilur við, það enginn að fara að tala þannig. Þannig að þú veist alveg að það ekki verið að segja alltaf 100% satt. Það bara... Það er innihaldslaust leikrit. Já, ég held að þessu sé að reyna eins og við tökum bara þá Alþingi. Ég meina að gallin við Alþingi að það afgreiðast illa og mjög seint mál úr þinginu. Og það mál þingsins og við erum verið nýjir þingmenn kom inn og þú kveikir á textavarpinu eða eitthvað og byrjar að fylgjast með og þá liðurinn sko fundastjórn forseta þar sem að þú getur komið og gasprað hvað sem hinn venlegi þingmaður getur haldið bara stjórnsýslunni í gíslingu með alls konar fyrirspurnum eitthvað sem honum dettur í hug og mál afgreiðast mjög seint og illa frá Alþingi Íslendinga og ég held að það sé partur af því að fólk hefur ekki kannski mikla trú á þessu en ég leyfi mig samt að vona þegar fólk kemur inn á þing eins og núna, helmingur þingheims eru nýjir starfsmenn að það sé einlega löngun til þess að gera breytingar og gera gott. Ég held að það sé ekki það sem að en hvað í gangi bak við tjöldin, það eitt og svo náttúrulega líka ef að það fer einhvern veginn ekkert í gegnum þetta færiband, þetta bara stoppar alltaf sífellt og fer tilbaka, þetta eins og bara óra baunaverksmiðja sem afgreiðir einhver grænar baunir, það bara fer alltaf tilbaka inn og eitthvað og þannig ég held að það sé mál þingsins og það sé raunverulega ég er svo ekki samþykk litnum á þetta eru skælgrænar baunir þingsins að laga þetta Ég hef sagt að að mál sem að snúa að yfir svona réttarbótum fyrir almenning og sem að bæti kjör almennings að þau komast ekki inn á þingið. En ef að hagsmunaaðilar þurfa að fá lögum breytt þá rennur það í gegn. Eins og nú afleiðing þess var núna þegar var að segja fólki á Blönduósi. Það var sameining kjött vinnslustöðana. Það rann bara svona ekki inn á þingið. Það var ekkert högt á Hratt og vel, já. Herðu, en aðeins áður við förum frá Trump og þetta er náttúrulega rosaleg breyting sem að verða á Evrópu og hún ætlar bara að herfaðast. Það bara í alvöru menn að tala bara almenna herskyldu í Evrópu. Evrópskan her. Ég veit ekki alveg hvort að það virki. Ég held að til þess Pólverjar hafa engan áhuga að vera í her sem einhverju frakkar eiga stjórna eða eitthvað. Þeir vilja miklu frekar hafa vernd Bandaríkjanna. Þannig að það eftir að koma ljós. En samt erum við að tala það var maður að tala daginn, ég veit ekki alveg hvernig viðtökur hann fekk, sem vildi íslenskan her. En erum við að fara... En hver ætlar að senda krakkana sinni í það? Já, einmitt. Við erum kannski með... Þið börn, viljið þið senda því? Nei. Ekki séns. Nú, fyrir land og þjóð? Nei. En við þurfum kannski eitthvað svona cybervarnir. Við þurfum að venda lögsöguna en það má alveg skoða þetta svona, þú veist, eitthvað svona þætti sem skipta máli. iPad-kynslóðin að fara að koma góðum nótum. Nei, ég bara móti herfaðingu. Ég veit að það ekki lausn eða bla bla og getur barnalegt. Ég bara skil það ekki að það sé ég skil bara ekki hvernig einhverjum datt í hug að það væri góð hugmynd. Það er allir að tala um þetta. Allt sem gott við líf mannfólks byggt á samstarfi og einhvers konar samtali eða bara í staðin fyrir að fara alltaf í slag í staðin fyrir að ræða málið mér finnst þetta bara að vera einhvern veginn svona annað level af því og ég bara á móti því og mér finnst það bara fáránlegt og þess vegna finnst mér erfitt að sé vera að tala um evrópskan her og allt svoleiðis af því að mér finnst bara ég ekki mennin að góða lausn, ég bara trúi ekki á þetta. Nei, ég sammála, þetta náttúrulega bara merkjum einhver svona algjöra heimsku mannan að vera alltaf í þessu helvítis rugli. Já, ég tek undir, þú sagðir þetta áðan líka, ég meina að þú veist að við getum tekið okkur stöðu og sagt við stöndum fyrir þetta og það alveg jafn sterkur rödd eins og stofna her. Ég er sammála Guðrún í því og ég meina að þetta smáþjóð eiland einhvers staðar í norður í hafi en skiptir ekki máli, við þurfum líka bara að taka stöðu og vera með rödd og vera skýr og á öllum þeim vettvangum sem við getum. Vegna þess að mér svona fjallust algjörlega hendur gagnvart þessu þegar ég var að skoða Bæjurefilinn sem Battle of Hastings svona útsaumað eitthvað 75 metra langur svona útsaumur hann frægur, hann í Frakklandi Svolítið stríð. Hvað segirðu? Svolítið stríð. Eiginlega bara stríð, hús að brenna, einhverju
ungi menn að deyja og konur að flýja með börn og þetta var bara, og ég var bara svona, þetta er sko 1000 ára gamalt. Og mér fannst þetta svo niðurdrepandi að því að ég fekk bara svona tilfinningu bara, þetta breytist aldrei, þetta er alltaf saman pælingin. Myndi það breytast ef að konur myndi bara ráða öllu? Myndi það breytast? Nei, ég bara pæla, sko. Ég held að það mun ekki, ég held að, þú veist, fólk þurfa að hætta að pæla þetta í þessum flokkum, af því að þetta skiptir miklu meira máli hvað stjættu til heldur en hvað kyn þú ert eða eitthvað svoleiðis. Og þú veist, ég ekkert óslega sammála einhverjum óslega hægri sinnuðum ríkum konum og garðabænum. Ég er miklu meira sameiginlegt með einhverjum, þú veist, leigubílstjóra úr fellunum. Ég er úr breið, eða skilji, ég bara, ég held að línurnar, þú veist, lífið þetta er svo ólíkt út frá því hvar þú ert í þessu og held að það skiptir bara miklu meira máli. Ég er alveg sammála þessu, ég held að þetta kannski snúist ekki kyn, þetta snúist frekar bara mennskuna, sko. Ég held að ef manneskjur hafa upplifað, sko, þú veist, meiri dýpt í lífinu og svona í rauninni komist í tengsl við ólíkar stjættir og svo framvegis, að hafa það betri skilning á samfélaginu, sko. Og og þar að leiðandi geti þar að leiðandi, þú veist, haft meira vit á því hvernig á að leiða þjóð áfram og svo framvegis, sko. En varandi herinn og allt þetta, sko. Má ég aðeins að þið að segja þetta? Eigið þið við að sá sem er svona svífur svolítið við samfélaginu, að honum sé hættar á að taka, sko, grimmar ákvarðanir, heldur en sá sem hefur þurft einhvern veginn að berja sér í lífinu, vera leigubílstjóri í fellónum eða teiknar í miðbænum? Ég bý ekki miðbænum, en svo þú ert alltaf að segja sér á miðbænum. Þetta er nýja miðbænum. Er það málið? Að því fjarlægari sem þú ert svona, ég veit það ekki. Já, ég held það, af því að þú ætlar að búi til svona velferðarsamfélag og þú þarft ekki á því að halda, það tekur alltaf aðra ákvarðanir. Þú svífur svona yfir, þá minnstu við svona samkendina. Já, ef þið finnst æðisleg pælinga engaveða spítala og er bara eitthvað, þú getur fengið lúxusbakka, þú getur fætt barn bara í gullbakkanum. Það er svo mikið firring, svo langt frá manneskjunni sem það er að reiða sig á samfélagi sem þú ert að grafa undan, sem situr síðan bara uppi með einhverja restar af því að þú gast borgaði fram hjá einhverju. Mér finnst það bara fáránlegt. Ég held að þetta séu líka að tala um einhverja svona hugmyndafræði. Ég þekki alls konar fólk og ég meina fólk er bara alls konar og það að einhverju svífi yfir einhverju, ég tengi ekki við það vegna þess að ég held að skoðanir okkar og við erum bara alls konar, hvort sem við höfum peninga ekki, ég held að skipti ekki öllu máli. Og ég held að þessi með pólun sé dálítið vandræðaleg þegar við erum alltaf í pólitík annarkvort hægri eða vinstri svona eða hinsegin, ríkur, fátækur eða ekki. Akkurru, ég meina við erum með tvöfalt kerfi líka, þú veist, í heilbrigðisþjónustu, hvort sem okkur líkar að betur að ver. Og meina það er þá niðurgreiðsla heitir það, ef þetta er ekki alveg hérna inn á spítala, þá getur læknir fengið niðurgreiðslu og svo framvegis. Mér finnst Ísland bara að vera svona frekar jafnt samfélag verið að segja, á þess að það sé gallalust samfélag, alls ekki. Það er að vera ójafnara. Einu sinni voru við jafnasta samfélagi í Mangisúri, segir Stefán Ólafsson, svona miðjan 10. áratuginn. Ég veit það ekki, ég er alveg svona einstæðra móður, skilur, og þekki það alveg alast upp við svona kjör sem eru þannig að þú vinnur 9-5 og dugar ekki til og þá skúrar frá 5-9 til þess að hafa meiri penning fyrir heimilið. Þannig að ég veit ekki hvort þetta, og ég veit ekki þar mælingar sem sýna það, þetta sé ójafnara núna, en ég held að sko, við eigum auðvitað við höfum ekki að gera minni kröfur en það að ef þú þarft að fara á slysahússtofuna og þurfur ekki að bíða í 8 klukkutíma, ef þú þarft að leggjast inn á spítala, að þá auðvitað alls ekki að þurfa að greiða eitthvað aukalega til þess að komast þangað. Það er bara sá jöfnuður sem við bara reiknum með, hvort það er svo einhver önnur kerfi sem eru til hliðar eða eitthvað gott og vel. En þetta getur allt gengið saman. Mér grunar samt sko að því þið vorum að tala með fólk sem að kannski eins og þessari leigubílstjóri til dæmis. Ég bara sagði það fyrst sem þetta í hug. Bara sem dæmi. Þú veist, fólk sem hefur reynt mikið í lífið. Rýmyndað vinur, þetta er ekki raunverulegur. Nei, einmitt, það sem ég er að pæla sko, að fólk sem hefur upplifað mikið í gegnum, þú veist, lífið, það hefur kannski meira svona capacity í hjartanu og hefur betri skilning á sársök annara af því að þau fari í gegnum erfiða hluti. Þannig ég held að það sé eitthvað, ég meina auðvitað getur fólk alveg oft fullt á peninga en samt átt erfiða ævi. Þú veist, það er ekkert endilega peningar versus ekki peningar. Ég held sem meira, þú veist, hversum fólk hefur svona bara upplifað af sársauka eða sársauka kringum sig. Já, en þetta snýst ekkert náttúrulega bara innistæðuna, bankainnistæðuna. Þetta snýst líka bara hverju þú þekkir og þú veist, eins og bara, maður sér einhvern veginn
fólk sem getur ekki fengið húsnæðislán en svo bara sama fólki sem getur fengið bara margra milljóna lán þó þessi búin að, þú veist, bara knésetja alls konar fyrirtæki og sér bara eins og í hruninu, sem bara svona bara þegar var búið að kæla þetta vandræðalega mál fyrir þau í nógu langan tíma, þá hafðu þau alveg jafn mikið aðgang af fjármagni sem almenningur hefur ekkert, þú getur ekkert vaðið bara getur þú lána mér 100 milljónir, þú veist, það skiptir máli hver gerir það og það er úrslega mikil munur. Þannig að, þú veist, ég get ekki að opna banka en það er alveg fólk sem getur gert það. Þau hafa alltaf aðgengi að þessum heimi heldur en ég. Og fyrirgefa svora skuldir þegar illa gengur. Já, og hver borgar það? Almenningur. Þetta ég held að séu bara rannsóknir sem sýna það að það er hætt við að samkennd minnki eftir því sem þú hefur það náðúra. Það er bara hannig. Og ég held að við vitum öll í svona daglegu lífi að við finnum sko ríka samkennd oft með þeirra sem að standa ótrúlega veikt sko. Þeir verðast að geta ausið af samkennd sinni bara ómælt á meðan að aðrir eru svona meira í vörnum það sem hafa. Já, að því líka, þú sér alltaf með sá svona billjónamæringum. Af hverju eru þau ekki að gera meira til þess að snúa við eins og loftslagsvarni? Þau gætu alveg, en þau hafa það svo gott. Þetta mun ekki koma en við. Þau fara bara í annað hús. Þeir væri aldrei ekki svona ríkir eða væri ekki siðblindir. Það er basically mál. En ég ætla líka, því að sko kerfið er líka þannig að segjum að svona í rekstri og mér sé í ríkisrekstri svona segjum að ég sé hérna á toppurinn og ég sé við þig hérna, heyrðu, þetta er bara 2,5% arðsemi og þú verður að ná henni upp í 3,5 og ég segi ekkert meira, ég veit ekkert hvernig það kemur. Svo ferð þú til hennar og segir, heyrðu, þú verður að fækka starfsfólkinu þarna hérna 7% til þess að hann fái meiri arðsemi og þá ferð þú til hann sem er verkstjórinn og segir, heyrðu, þú er að reka 7 og þá fer hann og rekur þig. Ákvörðunin sem að hérna, þú þarft að feysa hana við að segja, er ákvörðun sem ég tók, en ég tengdi það aldrei við mannesku eða neitt. Ég taldi mig vera að vinna eiginlega guðleg verk við að auka arðsemi, en svo því að aukin arðsemi það lyftir öllum. Ég bara lifi einhverjum stjörnu klikkuðum heimi og mér finnst vera alltaf meira og meira svona í samfélaginu. Þetta heyri ég frá fólki í skólakerfinu, í heilbrigðiskerfinu, að það er alltaf að fronta eitthvað svona niðurskurð og það sem hefur verið að hafna fólki þjónustu sem það á skilið af ákvörðunum fólks sem er bara eitthvað langt í burtu og ber enga ábyrgð. Það er sennilega vandamáli. Það er eins og við vorum að tala um þessi tengifleti, sko, að við séum í þannig samfélagi það sem við öll snertumst á einhvern hátt, sko, að við séum einhverja tengifleti hérna í skólakerfinu og í þessum íþróttafélagunum og allir hafi sama aðgengi þar, þannig að séu allir að mætast. En það minnkar náttúrulega engavæðir vegna þess að þá eru bara þessi krakkar í skólum með þessum krakkum og þú getur ekki tengti við önnur tengslanett. Það er hægtan. Ég menna til dæmis eins og hérna í Laugardalnum það eru 5 leikar sem að kosta, ég veit ekki hvað, 20.000, það er ekkit allir sem að hafa aðgang að því en hérna það er eitthvað sem kannski flestir vilja gera á einhverjum aldri og hérna þarna strax er komin einhver mismunun og svo framvegis. Þannig að auðvitað er fullt af svona í samfélaginu og við verum bara að passa upp á það að hérna það hafi allir, þú veist, tækifæri. Það er mjög fína rannsóknir sem hafa sýnt þetta að fólk velur hverfi eru vel að velja tengslanett fyrir börnin sín og við erum að verða öfugt þegar við vorum alast upp. Það sem að við vorum líklega að vinna á sumrin með hérna, fólki á alls konar heimilum og hafa miklu meiri tenging heldur að var og það var, ég veit ekki hvort það var betri kannan dag, það var öðru síðan dag. Ég held að það síður svona núna og meðan sér þetta eins og 107 fosfórin er að verða ótrúlega fábreytilegur sko, svona regnbogi af fólki vegna þess að þetta er fólk mikið til að með sambarilega ég var nú, býrð þú? Hvað sér þau? Þú býrð ekki þar? Nei, ekki það. Nei, ég vildi bara rifja upp að því að ég er að tala um, þú veist, hérna, svona aftengingu. Til dæmis, þegar Áslaug Arna vildi ekki fríar grunnskólamáltíðir. Mér fannst það sýna svo hennar skilningsleysi á aðstæðum annara. Þá var ég bara svona, ég hef ekki rangt fyrir mér, veist, að ég hef ekki fordóm fyrir ríku fólki. Það er ekki fólk sem hefur alist upp við mikið bara auðmagna öllu leyti, líka félagslegt. En þú veist, ef þú skilur ekki af hversu miklu máli það skiptir að vera með gjaldfrjálsar skólamáltíðir, þá ertu ekki í sama bás og þorri almennings. Takk fyrir að nefna hana, vegna þess að ég ætlaði að þið vorum að tala svona elítur og svona og hvort að fólk væri lúmst segvei yfir í hvort að fólk væri aftengd
að þá vildi það svo til að þetta var hluti af því sem kom til tals í aðdraganda formannskjörs sjálfstæðismanna. Það sem að svona Guðrúnar fólk var einmitt að gagnrýna Áslaugu Örnu fyrir að tilheyra svona elitunni. Núna þyrfti að koma einhver inn í forystu flokksins sem að þekkti það að óttast það að eigi ekki fyrir launum næstu mánaðamóti, kannast þetta. Og það var svo furðulegt að inn í sjálfstæðisflokknum var vel að vera að tala svona elitu árið þess, svona svolítið undir ós, en það var hluti af valinu. Ég þekki náttúrulega ekki, hvorki Guðrúninni Áslaugu Örnu, ég bara svona rétt málkunnur henni og hún mjög ödull málsværi til þess fatlaðra, þannig að ég held að það sem ég þekkt frá henni þar nú ekki eins og hún sé einhverju elítu hópi. Nei, hún þekkir það líka persónulega. Já, en það má segja líka, þú veist, að þetta frjálst land, við megum hafa alls konar skoðanir, þú veist, það ekki bannað, þú veist, að vera með svona skoðun eða hina skoðunina, þú veist, það sé bara ólöglegt að vera með einhver ákveðna skoðun, en að því þú talar sjálfstæðisflokkjum þetta formannskjör, að þá fannst mér það líka bara mjög áhugavert að sjá þessa raunverulegu hagsmunahópa í flokknum sem hafa þetta alltaf verið þarna. Og mín einu pólitísku afskipti að hafa verið sendill í happdrætti sjálfstæðisflokksins upp í Valhöll þegar ég var 11 ára. Að öðru leyti þekki ég ekki það pólitíska starf eða eitthvað annað starf. En það eru þessi hagsmunaöfl í landinu sem að stjórna en ekki í raun og veru pólitísku kjörnu fullorðnir og það það sem svo augljóst og kom mjög sterkt í ljós þegar allt í einu það einhver ofboðsleg átök á milli þessara tveggja frambjóðanda og munaði held ég 14 atkvæðum eða 17. Og var þetta útgerðin versus stórkaupfinnundir eða hvað var það? Eða útgerðin, þið verið aðtöðað náttúrulega í sjálfstæðarflokknum, væntanlega eins og í öðrum flokknum verið líka bara svona venjulegt fólk, ég gerir ráð fyrir því. Alltaf þegar ég horfði yfir salinn þá var svona, hei, þessi var með mér í skóla og svona sem á nú ekki kannski endilega mikið af peningum. Þannig að það eru alls konar fólk í sjálfstæðarflokknum, en það eru hins vegar mjög skýrir hagsmunir sem við sjáum auðvitað í gegnum eins og sjálfstæðisflokkin varðandi mál eins og ég þekki ágætlega til sem eins og laxeldið, þar sem auðlindi þjóðarinnar, þar að segja firðirnir, eru bara teknir undir og afhenti fyrir 120 skall. Einhverju sem vill byggja upp landsbyggðina sem ekki það sem verið að gera heldur þetta mest mengandi stóriðu á landinu og það eru þessi hagsmunöfl sem eru sannlega til staðar. Hvort að þau voru að takast á í sjálfstæðisflokknum hægri eða vinstri, ég veit það ekki, en þetta var alltaf mjög augljóst í þessum formannsslag í flokknum. Akkurat, ég held að þetta sé kannski það sem að kannski pirrar marga við sjálfstæðisflokkin. Það þessi beinu tengsl við húsatvinnulífsins, að það sé alltaf þessi taug sem þarna á milli sem að virðist vera órjúvanleg. Og maður velti fyrir sig hvort að hún muni einhver tíman hverfa og við reist var til dæmis til svolítið út af þessu gerir ég ráð fyrir og náttúrulega því sem að Þorgerður Katrín vildi gera með ESB og svo framvegis en ég held að mér fannst alltaf svona horfandi utanfrá þarna á þetta landsfund sjálfstæðismanna að ég greindi nú ekki mikil átök svona þannig séð svona utanfrá ég meina þarna voru tvær mjög bara flottir bara konur, frambjóðendur í fyrsta skipti í sögu sjálfstæðisflokksins að stíga fram og þær virtust sem sagt bara eftir á bara verið í faðmlögum og þetta virtist vera bara þitt besta mál, það var annað en þegar Davíð Oddsson og Þorsteinn Pálsson var á sínum tíma að berjast eða Gunnar Thoroddsen og svo Geir Hallgrímsson og Guðlaugur Þór og Bjarni og allt þetta var bara mjög svona Tíminn var það ekki komið fram, maður gæti enda með því Áslaug Arna myndi kljúfa flokkinn. Þetta ekki búið að gerast. Heldur það? Nei, ég segi svo. En það er svo mjótt á mununum. Bæði Gunnar og Geir sem að endaði með því að Gunnar eiginlega klauf flokkinn, tók með sér 2 þingmenn í myndaði vinstristjórn, eins og sjálfstæðismenn myndu kallað og Þorsteinn klauf flokkinn svo með Viðreisn. Ég sé ekkit allavega svo með við hvernig eftirmálarnir eru núna eftir þetta þennan landsfund að það stefni í þá átt en hins vegar þá held ég að þú veist að það eru greinilega þessar blokkir inni svo sem en kannski spurning hvort það séu eins hversu mikil bardagahamur í þeim núna og var, ég held ekki Þetta er það ólíkar, er það ekki frekar líkar þessar tvær blokkir basically? Já, ég veit það ekki en mér fannst það samt tala alveg ólíkt svolítið á fundinum, ég meina á fundunum í ræðunum það sem ég heyrði það sem ég pikkaði út úr fréttum var sem sagt að Guðrún var svolítið að tala um að sameinast Áslaug var meira bara svona að benda svolítið á að við gegn vinstrinu Hún í ræðinni þá birtist hún sem foringi stjórnarandstöðunar og ætlaði að selja það. Guðrún kom hins vegar bara með allt aðra svona nálgun og var að tala um svona persónusögu sína
og tala svona stjórnmál sem svona persónulega hlut. Mér finnst ástæða, bara full ástæða til að gefa henni bara þá tækifæri, til að sanna sig sem formaður þessa flokks og allt það, en að því að kannski að tala þinghúsi í Bandaríkjunum, þá datt ég inn á Vísi þegar Bjarni Benediktsson, fráfarandi formaður, var að tala og mér fannst það bara mjög neyðarlegt það sem ég var að hlusta á, endalausir svona fimmurabrandarar á núverandi stjórnvöld og svona einhverja pillur og svo vitnaði hann í Jón Trausta og allir stóð upp og klöppuðu, eitthvað sem kann eitthvað að ljóða eftir Jón Trausta, hver hann eiginlega? Gleymdu því að þú kannt það. Þannig að þetta svolítið þessi fimmura húmor í stæðan fyrir að tala þá bara fyrir því sem að þessi flokkur stendur fyrir og svo talið þið sósíalistarnir fyrir það sem þið standið fyrir og svo kemur Viðreisn og svo kemur Samfylkingin og talar fyrir það sem að hún stendur fyrir og þessi ríkisstjórn er ekki búin að vera nema bara 3 langar helgar þegar allir þessir gömlu gaurar eins og Sigurður Ingi og Bjarni Benediktsson og fleiri eru byrjað að rakka á það niður og svo heyrði ég viðtalið nýkjörinn formann Sjálfstæðisflokksins þar sem hún fór að tala bákn ríkisins og hvernig ríkið hefur þanist út og ég hugsaði, ertu ekki búin að vera í stjórn þetta bara frá landnámi akkur er þetta ekki búin að breyta þessu þá en þá er þetta allt í norðið á rosa mál fyrir stjórnarandstöðuna til að tala eitthvað sem þau höfðu bara endalaust tækifæri til að breyta. Eru þeir ekki bara báknið, þú veist? Það er nú kannski er þetta fallegt við Sjálfstæðisflokkinn eins og þessi alltaf búa til eitthvað svona keramík en alltaf svolítið óánægð með það. Þeir eru alltaf óánægð með báknið sem eru búin að búa til. En hefur þetta einhvern tíma verið svona tæft? Nei, aldrei. 19 atkvæði, það er 19 voru það. Muna 2 atkvæði með þetta kjósa aftur, sko. Já. Það er bara... Ég bara pæla hvort þeim gangi svona illa af því þau séu í fyrsta sinn svona svaklega klofin af því fyrir fólki sem er svona kannski aðeins meira vinstra megin það er alltaf verið að gera grína vinstra fólki, allir eru ósammála og myndast alltaf með fleiri og fleiri sellur af því að fólk eru farið að hengja sig í smá atrið og meðan að hægri... Alþýðubandalagsfélag Reykjavíkur. Alþýðubandalagsfélag Kópavogs. Já, það er Júdea front. Já, og meðan maður upplifir þau kannski... Live og Brian einmitt. Já, meðan maður upplifir þau svona meira eins og United Front eitthvað. Og núna sé það einhvern veginn að, já. En pólitík er áhugaverð og skemmtileg, menn hún fjallar hugmyndir og ólíkar aðferðafræði og svoleiðis, þannig að pólitísk umræða finnst mér alls ekki leiðileg og hún á að vera dýnamísk og kannski er komin þá einhver ný rödd núna í flokkinn með nýjum formanni, ég veit það ekki, en það er fullt af góðu fólki þar, það er fullt af góðu fólki í öðrum flokkum líka og bara leiðum að spreita sig á Alþingi en lögum aðeins til á Alþingi hvernig við vinna það. Fólk er fínt eins og kom fram hérna fyrir þetta. Algjörlega. Fólk er fínt. Herðu, en þetta var erfitt verkefni fyrir Guðrúnu að hún kemur rétt sleppur yfir. Ég bjó til skúlptúr af henni ef einhver hefur áhuga. Svona litla brjóstmynd og svona hlúða ís. Varstu að selja á landshlutum? Nei, ég fór að hugsa eitthvað. Hvað gerum við þetta með allt eitthvað sem fyndi? Þannig að bara... Finnst þér hún karakter, Guðrún? Já, ég bara dýrka Derrick glerugna tískuna. Það er ekki eitthvað dýpra en það. Og en hún er svolítið svona karakter, sko. Ég held að sé, Og bara af eiga ísversmið og eitthvað. Mér finnst það bara eitthvað svo kartúni og skemmtilegt. Áslaug Arna er líka mikill karakter. Já, en ekki alveg á sama hátt. Ná venjulegri einhvern veginn. En eins og Þorvaldur sagði, sögulegt, tvær ungar konur sem að fara fram í þessu íhaldssama flokki og önnur er kosin, réttmættri kosningu og þetta munið 2 atkvæðum og svo sjáum við bara hvað gerist. Ég veit það, en þetta er alveg biskup, ríkislögreglustjóri, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, forseti, fyrsti formaður. Já, þetta er ótrúlega... Og það er... Við eigum ennþá forseta Hæstaréttar. Já, við sjáum til með það. Og ef við höfum við formið stjórnmálaflokkana... Ég get alltaf áfram Ef við höfum við formið stjórnmálaflokkana, það voru allt konur nema í Framsókn og Miðflokknum sem er svolítið sætt svona þessi til flokkar sem að... Það er fínt að heyra þá að gemma eitthvað þannig í bakgrunnum. Nei, ég veit það bara mjög spennandi. Öllu leyti. Herðu, þetta var talandi konur, ég veit ekki, það var Óskarsverðlaunin, fylgist þið með því eða? Eða eru þau svona... Það er svo erfitt að finna út hvað maður getur séð þá. Hafið þið séð myndina sem að vann, Anora? Nei, ég hef ekki séð hana. Ég sá hana reyndar. Hún var reyndar mjög góð, ég var ekki svona að hugsa Óskarsverðlauna mynd, en hún hélt mér rosa vel, mikið og góð karaktersköpun og ég held líka bara það svo mikið afrekað
að maður sem leikstýri myndinni, hann skrifaði hann og klippti hana líka. Og hann fekk Óskarsverðlaun fyrir þetta allt saman, sem geggjað. Já, bara 40 manns sem stóðu að henni. Já. Það fekk hann ekki fyrir handritið, leikstjórnina, hann framleiðandi, klippari. Já, besta mynd. Já. Þetta náttúrulega ótrúlegt afrek í hópíþróttum að vinna það eiginlega bara einn. Og svo fær hún fyrir aðalhlutverk. Ég var fyrst svolítið hissa á því, en svo fór ég að svona kynna mér þetta og þá hafði hún sem sagt lært rússnesku fyrir hlutverkið og súlutans, þannig að ég hugsa bara, ok, hún búin að hafa fyrir þessu. Og það var ekkert aðeins sem leik, þetta var bara vel leikið hjá henni, sko. Það var mjög vel. Unnið ekki kann líka, þessi myndbang? Jú, ég held hún að vera svolítið svona sópa upp í kringu sig. Þá var maður við svolítið svona fíluviðbrögð. Þetta var ekki nógu merkileg mynd. Þetta vera svona eiginlega öskubusku saga. Svona realistik samt, það var svona, karakterin eru bæði mjög svona, þeir eru likeable þótt að séu dicks, eða svona, það var fólk var svona eitthvað mjög mannlegt bara. Svo er þetta átt svona hvernig menn, las einhverstað greinu það að var sami dreifingaræðal á þessari mynd held ég og Parasite sem að vann Óskarinn fyrir ekkert svo mörgum árum síðan og sem var mikið afrek að vera erlend mynd sem að vann Óskarinn. Akkurát, og þeir vildu meina að báðar þessar myndir eða dreifingaraðilin hafi búið til svona einhvers konar handrit hvernig þetta koma myndinni til þess að vinna. Til akademíu. Já, til akademíu meðlima, því það er líka ansi flóki kerfi, þú ætti að koma myndunum til meðlima akademíunar með ákveðnum skilabúðum. Akkurát, og svo er eitthvað svona saga á bakvið að hvernig þú kemur mynd á framfæri, ferð á Cannes og svo ferðu svona, þú veist, ferðast þetta áfram inn í sumarið, yfir sumarið og þá fyrir allir að tala það og svo ertu með, þú veist, einhver vinarsambönd og tala við hinn og þessa og svo framvegis og svo kemur myndin fram, sko. Ég held að Emilia Pérez myndi, svo sem, þú veist, áður en að þessi skandalar með tweetin. Mér finnst það Nóra betri en hún. Já, ég er ekki búin að afgerandi svona eiginlega og minnst þetta merkileg mynd. Ég get ekki alveg hvort ég myndi að segja þetta að vera góð mynd. Líklega myndi ég segja það. Hún er frábærlega, ekki frábærlega klift? Jú, virkilega. Hún heldur rosalega góð peysi og ritminn er bara frábær og mér fannst hún líka bara, já, hún hélt manni svo rosalega vel allan tíman. En hún er að birta ansi dabra svona samfélagsmynd, sko, eins og Parasite gerði líka, sem er bara, þetta er ekki mynd fyrir gassina, sko. Nei, ég hef bara búin að sjá Dylan myndina þarna. Og Timothy Chalamet þar og mér fannst það, ég er engin aðdáandi Dylan svo sem, en mér fannst þetta merkileg mynd út frá því hvernig listamaður verður til og hvað listamaður þarf að gera og óttinn og efinn og allt þetta sem hann var með og sýnir í myndinni finnst mér áhugaverður og svo líka hvað hann þarf að gera þegar hann þarf í raun og veru að segja bless við mentora og aðra sem hafa stuttan til þess að fylgja þessari köllun sinn og fara áfram í rafmagnaða tónlist. Þannig að mér fannst þetta að vera mjög flott mynd út frá því hvernig listamaður verður til. Hvernig maður verður að svíkja sína mentora? Ekki svíkja þá, þú verður að hafa kjark til að segja ég þarf að fara annað og það er hafið þið séð myndina? Nei, ok, en allavega það er einn sena þegar hann er í raun og veru að fara frá tónleikastaðnum hann í lokin, ég ætla ekki að skemma neitt en það sem mentorinn er að taka saman klappstólana og reyna að koma öllu í samt lag og og hinn er að keyra í burtu, hann er að fara í burtu og hann er að taka í raun og veru skrefið sem að hver listamaður þarf að gera til þess að þora að kannast við það sem að hann stendur fyrir, það sem hann brennur fyrir. Þannig að mér fannst þessi mynd vera töluvert þetta, fyrir utan auðvitað vera kannski Bob Dylan sem ég kannski þekki ekki nóg vel. Sem einn maður, meðan að mentorinn er inn í hópnum að taka sólara. Já, og líka... Þetta er óður til einstaklingshyggjunar. Já og nei, en ég meina þetta er það sem að ég held í listsköpun snýst Ég meina, það er þannig. Það er móturíska kenning, sko. Ég meina, þú verður að kannast við það sem þú ert að hugsa, það sem þú ert að gera, það sem þú brennur fyrir. Því að þú gerir það ekki, þá ertu bara að spila áfram bara í óskolum sjúklinga einhver lög sem allir vilja heyra. Sem er þjónusta við samfélagið. Já, sem eru svik við sjálfa því, myndi ég nú segja frekar, sko. Ætlar að segja að hinn skakkfiska sveifla, sá sem kom með hana, sé ekki fallegasta þjónusta listamanns við sitt samfélag. Kannski er þetta, kannski verður að reikna með því að Geirmundur í raun og veru brenni fyrir þessari músík. Ég skal veita þér einstaka innsýn inn í þetta. Býrði í Skagafirði eða? Nei. Þetta snýst hvað þú býrði það. Ég hef hugsað hvort að maður ætti kannski bara að spila nýtt efni á tónleikum. En fólki kom og fólki gerir það verkum að þú geti staðið þarna
og þá í raun og veru dónalegt af þér og vanþakklátt að spila ekki uppáhaldslægið þeirra, skilurðu. Þú veist, og þetta ekki alveg svona allt eða ekkert. Kannski Svo getur þú líka að spila önnur lög, að því sem áhorfandi eins og til dæmis að Tindersticks kom inn fyrir nokkur ári síðan í fyrra skipti og þau vissu að allt fólki í salnum langa að heyra eitt lag og þau spiluðu það ekki. Og það eitthvað svona, þú skilur ekki, þú kemst ekkert áfram með eigin verðleikum. Þetta miklu flóknara samspil og ef enginn hlustar á þig þá ert ekki til, skilurðu. Þannig að ef þú vilt geta, annars getur þú bara verið heima og spila gítar og ef að þú vilt, eða skilurðu, þetta samspil. Þú ert í samtali við fólki sem að gerði þér kleift að vinna við það sem þú vilt vinna við. Já, það sem bara eitt sér ræður. Já, en Það var spurningi svo ræður hann að því að kannski mörg okkar hafa séð Dylan hérna á síðar árum, þar sem hann upp á sviði en einhvern veginn vill ekki vera þar. Mjög förðurlegt samband við áhrifina. Og svo, eins og þetta er myndin að hann sé að svona frelsa sig frá þessu. Ég tók nú bara eitthvað lag like a Rolling Stone. Hann hefur spilað það 2075 sinnum á tónleikum. Þannig að hann þjónar, sko, þótt hann gerir það með þessari furðulegu ólund til síðar ár. En á þessum tíma sem myndi fjallar þá var hann náttúrulega ævintýralega magnaður, sko. Ef maður sér myndir af honum til dæmis á Newport, 65, þar sem hann kemur upp eftir að hafa verið púað niður og syngur It's All Over Now, Baby Blue. Hvílíkur listamæður, sko. Já, en ef að þú ert ekstra ólund, þá ertu á vitlausum stað og þá þarftu bara að hætta. Eða skilur, ef þetta svona ógeðslega leiðilegt og þú ert bara að spila eitthvað ógeðslega leiðilegt lag fyrir þetta glata bóla fólk sem kom hana, eða skilur, ef þú ert komin í það og þetta ekki gaman, þá ef þið vantar pening, þá bara ferðu og gerist nætuvörður. Ef það málið, þá ert ekki að þjóna listina heldur. Hann hefur sagt að, ég man ekki hvernig þetta var, kannski svona snemma á 9. áratugnum, þá var hann komið með algjört ógeð á þessu starfi sínu að fara og syngja Bob Dylan. Og hann segist það var komist þær í niðurstöður að eina leiðin hans út úr þessu væri að syngja þau þangað til hann kæmi út einhvern veginn hinum megin. Og þetta væri eitthvað svona 3,5 ár þar sem hann ferðast heiminn og syngur þessi söngbókina sína með fullkomið ógeð á því. En hann slapp út. Þannig að hann lét sig hafa þetta. Herðu við nú kannski komið svolítið út úr fréttum vikunar. Má ég aðeins áður fyrir frá Óskarnum? Þá langar mér svolítið að minnast á ræðuna því að það var þannig myndin sem var heimildamynd ársins. Mynd sem var gerð af Palestínumönnum og Ísrael. Já, það verið í framleiðendur hafa verið frá Ísrael og, eða ég man ekki alveg, en ræðan sem þeir héldu þarna var bara svo sterkt og bara frábært að þeir áfengi plattformum hana til að tala, sko, að þarna þessi tveir hópar að vinna saman, að því maður oft hugsast til þess að auðvitað er að vera í Ísrael og horfa upp á kannski fólk sem að það þekkir, þú veist, í Palestínu, vera myrt. Þannig ég held að þetta sé svolítið sterkur miðill upp á það að gera að þú getur saminað fólk svo mikið, sko. Sannlega. Herðu, það er nýr meirihluti í borginni sem var soðin saman af konum. Já, herðu, talandi allar svo konur. Alþjóðlegu baráttudagur kvenna á morgun og það kvennaganga og fundur í Iðnó. Kvennagangan frá Arnarhóli og fundurinn í Iðnó á morgun. Viltu bara koma að? Við erum í Skonsu í Vorstjórninni sem er svona félagsheimili hérna upp í Bólholti og hérna frammi eru konur að undirbúa sig að búa til spjöld og eitthvað. Þannig að þið getið búið til spjöld á leiðin út. Ég hef með spurningu fyrir þig sem ég held að þú geti svarað. Þú veist, akkur var Sanna ekki gerða? Ég skil það. Í alvöru tala, ég meina hvers konar tækifæri var það? Ég meina þetta er svo borgarfulltrúi sem maður fylgst með, hefur sterka og mikla rödd. Við hefum unnið púlstig allra borgarstjóra. Ég vil að frá landnámi eftir að Sjálfstæðisflokkurinn hætti. Það þurfti að láta hann fá borgarstjórastól á út af hverju. Láta hann hvern?
samfylkinguna frá samfylkinguna, ég sagði það ég teldi það væri til þess að ná svona endurnýjuna því að ég held að þess að veri alveg rétt mat að gamli meirihlutinn væri svona þreyttur hjá Einari og fleirum sem að fóru og svona, maður horfir á þetta auðvitað frá að ná ykkur í endurnýjun að fá Flokk fólksins og sósíalista og VG þarna inn, að til þess að ná svona nýju andliti að velja Sönnu sem að það voru 25% kjósenda sem völdu hana sem þann borgarfulltrúa sem treystu best og þú mátti bara velja eitt þannig það bara 25% sem að velja hana. Næst kom held í Dagur með eitthvað 20, Einar með eitthvað 6 og þeir sem Heiða kannski með 2. Ég hefði farið grátandi til Sönnu og sagt að viltu taka að þér að vera nýtt andlit á svona nýja byrjun í borgarpólitík. Og ekki bara andlit, heldur bara borgarstjórn, bara þú veist með sannarlega fullt af gott repertoár og skoðunum. Mér finnst þetta mjög áhugavert. Já, hún svo fárálega frambærileg manneskja. Ég skil, mér finnst að vera bara að Heiðu ólastari, þá það, mér finnst bara svo já, að ég held bara svo mikið með henni. Ég samt svolítið svona pæla hvort að það kannski verið betra, ég held að það sé bara betra að hún taki við bara næst. Þannig að þú veist, fingers crossed. Að því að það sem er núna, þetta svo stutt tími og ég meina þau þurfa að vinna með þessi fjárlög sem eru komin fram og kannski myndið bara koma út fyrir hana, ég veit það ekki. Sennilega strategist greinilega. Takk fyrir að benda þetta. Hefði vilja fá Sönnu sem borgarstjóra þá getur þið sósíalista. Ég ætla að æsa mig. Það er eitt mál sem að meirihluti var að hann þarf að afgreiða alls konar hluti á þessu stutta tíma og eitt sem var að hafna hver var það sem vildi stofna svona fyrirtækja leikskóla? Var Arjónbanki það? Alvotek og Arjón. Alvotek og Arjónbanki líka ekki? Þeir höfnuðu þessu. Hvað finnst ykkur það? Við viljum ekki fyrirtækja leikskóla. Nei, svolítið flókið Mér finnst þetta alveg ég held að svona í fyrstu þetta lítur þetta vel út að það er kannski fleiri leikskólapláss sem losna. En hvað gerist svo? Fyrsta lagi þá eru krakkarnir meira í kringum bara ákveðin einsleitan hóp. Svo eru líka bara spurningum að fer þá ekki að sogast eitthvað besta starfsfólkið. Ég gerir ráð fyrir að Arjón og Alvotek geti borgað betur en þú veist, Reykjavíkurborg eða álíka. Er ekki líklegt að þeir myndi bara soga til sín bestu starfskraftana úr leikskólanum? Ég var á svona leikskóla, nema bara heilbrigðisstarfsfólks. Já. Það er leikskólinn sem ég fór á. Og hvernig komst út úr því? Ég bara þekki úrslega mikið að læknabönnum. Nei, tjók. Var það þarna út á Kleppi? Nei, ég var í Hlíðunum, Sólhlíð. Þetta var fyrir börn heilbrigðisstarfsfólk. Bara Landspítalinn sem var ekki það. Ég held að þetta snúi samt ekki ég held að borgin vilji leyfa einkarekna skóla í leikskóla. Þið vilja bara ekki niðurgreiða? Ég held að máli sé það í þessu tilfelli að eins og ég skildi þetta að fyrirtæki að fara fram á að Reykjavíkurborg borgi 90% með þessu. 90% af kostnaðinum. Og ef að það er þannig að þeir borga það, þá og það er alltaf það sem er vandamáli kannski í dag er það að það er mönnun á leikskólanum. Þú veist, það er vandamáli, Segjum svo ef að þeir borga það og segjum að Alvotek leggur svo ofan á það, þú veist, að borga, segjum við leikskólakennum út í bæ, heyrðu, komdu hérna til mín, ég borga þér hærri laun og þá kannski hreinsast allt starfsfólkið af þessum stöðum og þá er í rauninni það sem er kannski hættulegast við þetta að þá er Reykjavíkurborg í rauninni að borga fyrir mismunun og eigið fall sem er svolítið hættulegt í þessu og þá ertu komin með þetta kerfi og þá erum við komin aftur að þessum punkti sem tölum áðan þessa snertifleiti sem að getur verið svolítið hættuleg vegferð þannig ég skil svo sem alveg að menn vilja aðeins stíga varlega til jarðar hérna og skoða, en hins vegar má borgin taka sig á þegar kemur að leikskólaplásum og ég hef nú upplifað það á eigin skinni og vini mínu líka, margir hverjir hafa, mist af atvinnutækifærum, hafa mist vinnuna af því að þið fá ekki pláss fyrir börnin sína á leikskóla og þetta er bara grafalvarlegt mál sem að þarf að skoða og Reykjavíkurborg ber ábyrgð á. Og mér finnst einhvern veginn, ég líka aftur, ég spyr við hvað erum við hrætt? Ég meina, getum við prófað þetta? Ef þetta gengur alls ekki, getum við þá hætt við þetta? Ástandi er svona og ég meina þegar mínar dætur voru litlar, ég meina þannig orðið ansi langt síðan, 20 ár, að þá var sami vandi upp á borðið. Það voru svona dagmömmu system og hver dagmamma mátti vera með 5 börn og svo skoðuðum við aðstöðu hjá dagmömmu á Laufásvegi og hún var með 8 barnavagna í garðinum, 5 löglega og 3 ólöglega.
Þannig að við erum með kerfi sem Já, við erum með kerfi sem gengur ekki upp og akkur erum við þá eitthvað hrætt við eitthvað nýjar hugmyndir eða nýjar leiðir sem við getum þá stíið inn ef þetta reynir svona mikil hörmu þá getum við stíið tilbaka en kerfið ómögulegt og hefur verið það bara frá því ég man eftir Er ekki vald þess sem að ræður í vinnu of mikið ef ég get sagt við Þorsteinn, ég er bara ósáttur við hvernig þú lætur inn í vinnunni og bara hunskaðstu burt og taktu barnið með þér Er þetta ekki aðeins svo mikið, sko? Það er eins og þegar verbúðir, þegar ég heitti eins og mann á Patreksfirði sem hafði verið að reykja þegar hann mátti ekki, var ekki í reykpásu. Hann var rekinn og það misti hann húsnæði því hann bjó í húsnæði sem var á vegum. Já, en það getur allt gerst í þessum heimi. Ég meina, ég get ekki svarað þessari spurningu. Ég get bara sagt að hverju eru svona margir fullmenntaði leikskólakennarar ekki að vinna á leikskóla? Það þýðir illa launað. Illa launað. Nákvæmlega, þannig að það er vandamálið en ekki að vanti leikskólakennara, það er nóga leikskólakennara. Og við erum þeir velja annað starf vegna þess að þeir treysta sér ekki til þess að lifa af þessum launum sem eru lág. En Arion banki, nú höndum við skattgreiðslunum hjá þeim sem að fá arðinn þar út, alveg í lágmarki. Við erum miklu lægri en öðrum löndum og eigum þar alveg ekki efni á að borga leikskólakennurum há laun. Eigum við þá að láta Arion banka taka yfirborga alla. Það er ekki saman sem merkjum þar á milli, er það? Jú, þið voru að lýsa því að þetta yrði til svona tvöfalt kerfi að sem að Arion banki myndi. Það verið boðið í starfsmenni. Það er hægt á því, sko. Auðvitað er hægt á því, það er hægt á því núna í öllum geirum að einhver bjóði í ríkisstarfsmann sem er á lágum launum og vilja fá hann að hærri laun. En ég held allavega, ef ég mætti tala svona eina báknið sem við langar að tala að þá erum við alltaf að horfa á þessa margfrægu lífeyrissjóði sem eru alltaf bara eins og fulli kallin á barnum, alltaf að kaupi ykkur svona hinum og þessum fyrirtækjum sem þeir fíla með fullt af peningum sem við eigum notabenni, en það má ekki nota það á neitt skynsamlegt eins og að byggja hagkvæmt húsnæði eða neitt slíkt, þannig að þarna finnst mér einhvern veginn, hvað eru þeir margir? 40? Eitthvað álíka, vitið þið það? Eitthvað það bil, þeir eru mjög dýrir. Mjög dýrir og þarna eru í raun og veru peningar án hirðis sem eru okkar peningar sem ég held að vera þetta að koma einmitt í að byggja og styðja við skólastarf í landinu, heilbrigðisþjónustu og ekki síður, varandi húsnæði sem er bara þetta stóra akút mál í okkar samfélagi. Já, við erum að horfa fram á það að næsta kynslóð verður bara leiguliðar eldri kynslóða. Það er bara, þetta gengur ekki þessi svo þróunin sko. Það var mjög áhugaverð grein sem að birtist hvernig húsnæðismarkaðurinn magnar upp ójöfnuð í samfélaginu. Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflaka, kemur til mín eftir helgi. Var að ræða þetta. Lífeyrissjóðuna, ég var að hlaupa í strætó og var að missa honum. Þá hringdi svona eldri, ég held að þessi fyrirvændi skipstjóri í mig, vildi endilega tala um lífeyrissjóðuna, svipuðu nótum á þú. Já, mér finnst þetta bara liggja uppi og akkur ekki. En þú ert fjölmiðlamaður, ég er alltaf eins og því vandræði með þetta því að stundum finnst manni eins og þegar við bara tala um lífeyrissjóðakerfin og svona, þá bara slökkni á athygli fólks. Ég bara veit of lítið starfsemi lífeyrissjóða til að tjá mig það á þess að þeir bara segja eitthvað. Þess vegna er ég ekki að blanda. Ég veit að þetta eru þetta bara okkar peningar og ég er ekki að tala illa um lífeyrissjóðana per se, ég er bara að segja að þetta eru ofboðslegir fjármunir sem eru þarna, sem stundum er að bara fara í ykkurt fyrirtæki. Að því þú veist að tala hverjir hafa aðgang að peningum og þá er allt bara að kalla þetta lífeyrissjóðarnir, hérna er rosa fjárfestingartæki fyrir lífeyrissjóði, þeir eru með arðsemiskröfu, þannig að þið get ekki tekið þátt í hverju sem er, en það virðist eins og að vera ekki hver sem fær lífeyrissjóðina borðinu og inn í fyrirtæki og alls konar ég ætla ekki að segja braska því ég vil ekki gera það tortryggilegt, en það er nóg af peningum hann í umferð. Og ég held að þegar ég horfa á þetta, þá er þetta okkar peningar. Og þeir eiga að fara í þjónustu við samfélagi, finnst mér. Já, sammála. Ég sammála því. Heyrðu, það er rektorskjör, skil það máliða? Ég þekki næstum því mannesku í hverju einasta meðmæla opna bréfi í Vísi. Og ég er alltaf ekki, þessi stiður, þessa mannesku sem ég hef aldrei heyrt í lífinu mínu, áhugavert. En þessi stiður, þennan. Það er eina sem ég fylgst með. Ég bara... En heldur þetta skipti máli? Ég held að séu 13.000 nemendur, líklega 5.000 starfsmenn eitthvað. Ég held að séu bara... Skipti máli hver sé rektor? Já, ég held að. Já, ég man ennþá bara eftir allum svona formólum sem Páll Skúlason skrifaði þegar ég var í heimspeki í gamla daga, sko. Þannig að það er alveg, hann skildi eftir sér legacy, þannig ég held að þetta geta alveg
skiptir rosa miklu máli. Það talaði svo fallega hlutverk háskólans í samfélaginu. Það einmitt fundur á mánudaginn stóra spilakassamálið. Það sem verið að, ég held að sé verið að hvetja frambjóðendur til þess, og ég veit eitthvað þetta, ég held ég bara, já, það var verið að hvetja frambjóðendur til þess að koma með sína skoðun á því hvað þeim finnist að spilafíkn sé ein af undirstöðum fjármögnunar Háskóla Íslands og ef ég væri í að kjósa þá myndi ég alveg klárlega pæli þessu og líka út frá eins og svona menningarlegri sniðgöngu og bara svona samstarfi við háskóla og þannig eins og ég myndi vilja vera með pólitískan ég myndi vilja vita hvar rektorinn stæði í alls konar máli. Ég er komin með smá svona óþol fyrir þessu meinta hlutleysi sem fólk heldur að sé rosalega gott og gáfulegt. Það er engin hlutleys. Nei. Það er bara stuðningu við óbreytt kerfi. Já. Hvernig byrjaði þetta allt með þessa spilakassa? Ég skil ekki hvernig með haftarætti og svo þróast það bara yfir í spilakassasali sem að háskóli rekur. Þetta byrjar þannig að það er bannað að vera með happdrætti því að það er náttúrulega leiði bara til þess að fólk sóar peningu sem við viljum. En við ekki samt að leyfa kannski SIBS að hafa happdrætti og DAS og háskólanum og svo byrjar þetta og svo koma nýjar aðferðir við að stunda happdrætti og það koma spilakassar og það koma allt svona og allt í einu er háskólinn bara orðinn háður peningum. Á sama tíma þá náttúrulega eru spila fíklaði eins og bara, við getum ekki bara áfengisgjald. Það var nú einhver rannsókn í Bandaríkjunum bara nýlega sem sýndi fram á, ég held að það hefur 85% af magninu drukkið á 20% af fólkinu. Þannig það meira og minna er þetta keyrt áfram af sjúklegri neyslu eða þá svona mikilli óhófsneyslu sem að er oft hjá ungu fólki og leiðir til slysa og tortumingar. Lífeyrissjóðir kemur sterkir inn. En þannig eru 20 milljarðar sem komin í ríkissjóð af bara svona sjúklingaskattur og það sama með happdrætti. Þetta er meira og minna fólk sem er háð þessu sem ekki skilar þessu peningum. Og hvað fær S.A.A. mikið af þessum pening? Af þessum 20 milljarðar? S.A.A. hjóið af sér. En ég með langar að kannski bara því þú myndist á Pál Skúlason, þá er oft merkilegt að þeir eru með svona stórar persónur og ég Vigdís líka svona allavega persóna í mínu lífi og því íslensku þjóðfélagi en eins og Pál Skúlason heimspekingur að ég var líka í sóttist eftir að taka tíma og var í heimspekilegum forspjálsvísundum hjá Páli og bara skemmtilegasti kurs sem ég tók í háskólanum og hann einhvern veginn hafði þessa stærð og þessa hugmyndafræði og þegar við erum með svona fólk að þá skiptir þetta máli og bæði sem auðvitað rektor, nú þekki ég ekki þessa frambjóðendur sem eru núna en við þurfum að hafa þessa stærð, ekki bara einhverju 1-2 í samfélaginu heldur við öll, að geta hort yfir og Páll skrifaði lítið hefti sem er mér mjög kært sem heitir 4 Ways of Meaning of Life og það skrifar hann 4 lífsstefnur og hann sagði mitt í þessum tíma sem ég var í, hann stóð upp 101 eða eitthvað, álíka í 8. Hann sagði á einhverjum tímapunkti í lífinu trúði ég að hver þessara lífsstefna væri svo eina rétta. Sem þýðir það, maður breytist og maður hreyfist til en maður er áfram þessi manneskja sem hugsar og gagnrýnir samfélagið og lifir skapandi og hugsandi lífi. Þannig að Páll Skúlason, hann hafði mikil allavega áhrif á mig. Fyrst þú minnist á heimspekileg forspjallsvísindi þá held ég að það var eitthvað sem að mætti kenna basically bara í öllum menntaskólum af því að þetta er svona hjálpa manni bæði vísindamennin þurfa alltaf að læra þetta af því að þetta gengur út á það að þú þurfur að temja þér hlutleysi af því að þegar þú ert að gera einhverja rannsókn þá er svo rosalega auðvelt að ljúga með tölum og fattar stundum ekki eins og þú sért ekki að bæta inn tölum sem að getur kannski bara gengið gegn öllu sem þú ert að rannsaka að þú ert búin að ákveða hverju niðurstaðan er. Þetta er svona kennsla í því svolítið hvernig þú átt að hugsa og vera hlutlaust og það sé ekki alveg hægt að vera hlutlaust þá náttúrulega er alveg hægt að finna leiðir til þess að reyna það Ég man ekki ég held að það var Salvör Nordal sem að kendan þegar ég fór ég man ekki alveg en þetta var frábær áfangi Já, hann er það Og það reynst þið vel í lífinu Já, svona líka Gott að efast Ef við ekki á það að reynda árið þátturinn klára að því þetta voru svo mikið mál ég hef ekki náð þessu Því hann er alltaf svona miðbæja fólk eins og þú hann er alltaf bara einhvern svona með sleggjudóma í hvað hólfi maður Ég get sagt kom með svona ímyndaðan vin sem var hljóð í myndunum Það hringdi maður frá Hagstofun einhvern tímann heim til mín
og var að spyrja mig spurninga út frá einhverjum Nei, hann var að spyrja spurninga út frá einhverjum hólfum og svo var hann farin að hlæja af því að ég var rosalega mikið á skjön við allar spurningarnar sem hann var með á þessu staðlaða og bara af hverju ekki líftryggð og bara og bara og hann var að reyna að skilja hvers konar bara rugl manneski hann var að tala við og þá var ég eitthvað svona, að ég upplifði mér alltaf sem mjög eðlilega mannesku en já, þannig að Það er listamaður sko, þú ert ekki Þú ert ekki inn innum kassa Nei, það er það sko Já, en listamaður er kassi og Já, stórkassi Listamaður Það er orðið rosalega normal að vera listamaður Já, og listamaður miðbænum er ennþá minni kassi Já Þetta er svona svolítið svona kassi sem getur kannski breytt sér í þrýrning og Herðu, fyrst að við erum komin út í þetta, þá sláum við bara botnin í þetta. Gaman að tala við ykkur samfélagið sem við lifum í og við erum alltaf eins og Baldur Skúlason sagði, við erum alltaf að reyna að leita skilningi og svo breytist bara heimur í jarðnóðum, þannig að þessi leið tættir aldrei. En við höldum stærðinni. Já. Takk fyrir hjálpina, Sásteinn Jóðs, Lína, Þorvaldur og Lóa. Takk fyrir. Takk. Og ég þakka Pétri fyrir að hafa tekið upp og sendt út, en ykkur þakka ég mest sem hefur verið að hlusta eða horfa. Bendi á að það eru þið sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðla. Og þið hefur líka byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum á vandamönnum frá efni sem við hafið séð hér sem ykkur líkar. Bent á að þeim við finna efnið okkar á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarpsveitum í útvarpinu og 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. En það má líka sækja þær útvarpsendingar í spilarann, spilar.is á netinu og svo spilar líka app sem á maður hlaðar niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslensku útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Þar erum við 5 á fjarstýringunni. Kannski vill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunni allan ásins ring, samfélagsumræðu, þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðurinnar. En það sem knýr okkur áfram er sá hluti áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þú getur slíðið þannig hóp með að fara inn á samstöðum.is, skráðu þig þar undir hnappi sem heitir áskrift fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin, sumir borga meira, þú mátt gera það. Og margir kjósa það að láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er með alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyri er í búið áskrifenda og við þökkum við kærlega fyrir. Framundan er helgardagskrán hérna á samstöðunni. Í fyrramálið að þá mun Oddný Eir ræða við Héðinn Unnsteinsson í helgispjalli og svo verður úrval vikunar og svo í hádeginu og sunnudaginn verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Hvet ykkur til að fylgjast með því en segja annars bara góð helgi.